Þriðjudegi og hefur FM 95 Blöð hafið göngu sína á þessum, sólríka og fallega degi. Það hárið eftir Auðun Blöndal, það Sverrir Þór Sverrisson situr hérna með Auðun Blöndal í dívaninum. Svo okkur einasta þriðjudegi. Það rétt og sko það oft sem við segjum að við séum með þéttan þátt framundan og maður segir þetta bara svo að fólk hlusti allan þáttinn. Já. En það engin lygi í dag, því líkur þáttur sem að vera með og að þú ætti bara að hlusta á einn þátt allt árið þá það þessi held ég. Já, þetta Edduvelun útvarpsþáttur. Já, það okkur ekki veitt Edduvelun fyrir útvarp, getur þú sagt með það? Nei, enginn að hlusta, jú, ég tjók. En það sjón. Er ekkert svona útvars? Nei, menn það aldrei, og útvarsmaður ársins það aldrei neitt annir. Útvarsþátturinn. Já, nei. Þorgeir Ástvaldsson, útvarpsmaður ársins. 4. árið í röð. Já. En eins og ég segi, þá erum við með stórkostlegan þáttandi ykkur kæru hlustendur. Við ætlum að launa ykkur hlustununa með skemmtilegu þætti. Og ber þar hæst eiginlega að við ætlum að hringja í hann Árna sem að tók þátt í ástabréfaleik Bleikt.is. Já. Hann tók ekki þátt í hann. Það var meira svona Caritas konan hans, The Apprentice who finally, the boss who finally found an apprentice eitthvað. Já. Hún sendi inn ástabréf og hallar svolítið á Árna Grey í því bréfi. Já, vissulega. Það ekki hægt að neita því. Nei, og það ýmislegt í þessu bréfi sem að hljóma skringilega fyrir Árna Greyið. Já. Við hringdum í hann og spurðum hann spjörunum úr. Já. Og það verður spilað hérna eftir tæpa klukkustund. Já, og það líka, við lásum náttúrulega bréfi í síðustu viku. Já. Og þetta bréfi var ekki mikla athygli og það hellingur sem ég langar til að spyrja Árna að. Já. Og ef ég var alveg hreinskilinn, þá hann líklega svo manneskja sem að mér langaði mest að heyra í af öllum á Íslandi í dag í þættinum. Já. Það var svo margt sem ég langaði að spyrja. Já. Þannig að þið heyrið það hér á eftir þegar við hringjum í hann Árna, sem ég að kalla hann Árni The Apprentice. Árni The Apprentice. Já, skemmtilegt, því að það aldrei neinn Apprentice á Íslandi, þetta bara hann í Bandaríkjunum, Donald Trump rugl eitthvað. Já. Það ekki nóg með það, heldur ætlum við að heyri henni Mútu líka á eftir. Hún hefur ekki svarað okkur í 2 vikur, ætlum að reyna að ná á henni því að hún var að posta á Facebooki sitt svona svona copy-paste status. Já, maður kallar þetta náttúrulega ekkert viðbjóð þegar þetta inn á Facebookinu og mömmum, sko. Nei. En svona, mér finnst alltaf þegar fólk með, þetta saknar einhvers, hringdu, viltu hittast, bjóttu, viltu að fólk skilji þig, útskýrðu. Múta var að posta þess á Facebookinu á sér og ég meina, hún segir hérna, saknar einhvers, hringdu. Og það sem við ætlum að gera, ætlum að hringja hana mömmu á eftir og vonandi... Hún að biðja það. Já, vonandi svarar hún. Við erum með hitaklefan á sínum stað. Ó, já. Og það hann Svavar Halldórsson sem maðurinn hennar Þóru sem að bjóða sig fram til forseta. Tilvonandi forseta frú. Já, þetta ekki hnífjamtana hjá Þóru og Óla? Já, svo segja skoðanakannanirnar maður og það ljú ekki. Nei, þannig að hann í hitaklefa dagsins ýmislegt sem að við viljum spyrja hana og svo heldur ástabréfaleikur FM 95 Blöð áfram göngu sinni. Hann Björn Bragi reið á vaði í gær með fyrsta ástabréfið sem gengur út á það hvernig við kynntumst og það verði mitt stórkostleg velun í þeim leik á föstudaginn. Það ferð í Bláa lónið og sleikjó. Fyrir það sem vinnur. Keppa? Já, það eru hlustendur sem velja besta ástabréfið í FM 95 Blöð. Ástasöguleika FM 95 Blöð. Nú. Þú ert með ástabréfið þitt tilbúið, ekki? Ó, já, kallið minn. Og Sverrir les það hér á eftir. Ó, já. Þannig eins og þið heyrið kæru hlustendur og þá nóg að vera hérna hjá okkur strákunum. Ég vona allir hafið það sem best hvar sem þið eru. Þetta svona, finnur bara þegar maður á leiðinni í morgun. Það var enda pínu glugga við þess að dagurinn byrjaði. Hvað þetta gerir fyrir mann? Já, bara vakna þannig að þú vakna með sólin í augun. Ég með sólinn í... Já, það bara rífur burtu þunglindi. Já, þetta bara... Mér langaði út að hlaupa í morgun. Og lígu því reyndar, en ég skil gátt við. Ég var samt í góðskapi. Já. Það sömmur í okkur strákunum og ætlum að byrja þetta á snillingunum Kanye og Jay-Z. Þetta gott lag, þetta ef að Sveppi segir það því hún finnst það svo flott, þá það gott. West og Jay-Z, þeir að hlusta hérna á FM 95 Blöð og FM 95 við Sveppi verðum með ykkur til 6 í dag. Já, eins og okkur einasta þriðjudegi. Já, frá 4 til 6 og Sveppi, hvað gerum við alltaf á þessum tíma? Ég veit það ekki. Jú, það við erum að þetta í góðan slúðupakka. Það rétt, já. Hvernig finnst þér ég hlæ alltaf svona eftir hvert sem maður segir? Það töff. Mér myndi byrja að finnast það frekar svona óþægilegt. Já, sólinn skín og það vor í lofti. Ói, hvað þetta var maður. Alltaf að hlæja smá. Já, lektir að með þetta. Það bara sýnir hræstleika í þættinum. Já, maður á að hræst, menn. Auðvitað, menn. Já, menn. Herru, það komið að slúðri og ég veit nefnilega hellingur að liða núti sem að hlustar á FM 95 Blöð aðeins til að heyra slúður dagsins og ætlaði því að koma hérna frá fyrir þá hlustendur. Það byrjaði á Aston Kutcher og
Mila Kunis, veistu hvað það er? Mila Kunis. Kannastu nafnið? Já, hún up and coming í Hollywood og búin að vera að leika í hellingabíómyndum, virkilega hugguleg stúlka. Leikmynd í Friends with Benefits eða eitthvað svona, hvað sem hún hétt þetta með Justin Timberlake. En þau eru víst að hittast þessa dagana. Ashton Kutcher sem var orðaður við Rihanna fyrir þessu svo alls löngu síðan. Fyrir viku síðan. Já, það nóg að gera hjá honum. Jóna, gera maður. En þau sáist víst á einhverju stefnumóti og samkvæmt slúðupressun úti að þá var Mila Kunis svo upp á dressu að þetta gat ekki verið bara svona einhver cozy hittingur. Heldur leitið út fyrir að vera stefnumót og var Ashton Kutcher líka að strjúka á henni höndina og augu þeirra, já, þau störðu mikið á hvort annað og þetta er svo steikt að lesa þetta. Störðu mikið á hvort annað, hvað ert að gera? Ef þú ert með einhver manneski, ert að ræða við hann hvort hún er ekki að horfa upp í loftið? Já, bara, hann horfði svo skringilega alltaf á ennið á henni að það gæti ekkert annað verið heldur en hann hata hana. Já, ég veit það. En allavega þá er þetta nýjasta hann úti að Ashton Kutcher sem byrjaði með Mila Kunis og Mila Kunis og Rihanna, þær saman eru gamlar og Demi Moore. Já, það er þess vegna sem þetta er allt í gangi að tóndi. Ef ég verið með bjölli núna og myndi íta á hana, þetta var vel gert þér. Ég er ekki svona ángrís, ég er ekki frá því að þær saman séu að svipum aldrei og Demi Moore. Þú veist það þetta? Hanna, glæsilegt, það er svo seint samt. Þetta er eins og að koma með comeback eitthvað svona mínútu setna ef einhver er búin að segja eitthvað við þig bara, já, herðu, en mamma þín. Það er ömurlegt. Þannig að þessi bjalla kom aðeins svo seint, en góðu punktur í það, Sveppi. Já, takk fyrir það maður, já, bara hvernig sem er. Ég finn þú ert vel onnett í dag. Herðu, þá er næsta slúður, það er Jada Pinkett Smith. Hún er orðin verulega þreytt á því að útskýra fyrir slúðurpressinu og öðrum fjölmiðlum að það sé ekkert að hjónabandi hennar og Will Smith. Það er eina sem er rætt í Hollywood í dag, það er að þau séu að skilja og séu að þykjast vera hamingjusama því að það er svo mikið undir hjá Smith fjölskyldunni. Svona ímyndin. Og hún var núna í viðtali við eitthvað franskt tímarit þar sem að hún útskýrði að hún skilur ekki af hverju að það eru allir á þessu á því að þau séu að fara að skilja. Það sé ekki til í og það sé ekkert meira þreytandi en þessar sögusagnir. Nú hugsa ég, ok, maður getur sagt, ef allir eru að segja þetta og það eru margir búin að segja að hún hefði átt í ástarsambandi við Mark Anthony og svo skilja Jennifer Lopez og Mark Anthony og hafa aldrei í rauninni sagt af hverju. Ok, það kemur tvennt ekki reyna. Það er okkur allir að segja að þetta verði ekki til í. En hversu leiðilegt er þetta ef það er ekki til í þessu? Spáðu ef að þú alltaf verið að svara fyrir það að sambandið þitt var í mólum að það væri svo ekki til í. Bara svona að verið að skilja því að hún hélt frá. Nei, hvað? Já, veist, svo er líka, sko, eins og einhver segir, sjaldan lígur almanna rómur. Jó, þannig ert að segja, ert að segja ef að nóga margir segja og þá er það satt. Nei, þetta er bara málsáttur eða eitthvað, orðatildæki. Ná, skemmtilega málsáttur þarna. Já, ég veist, og en sko, svo þegar öll á botningolt, hverjum er ekki drullu sama? Hvort að Jada Smith eða hvað sem hún heitir sér að skilja við einhvern Smith annan. Jada Pinkett Smith og Will Smith. Já, skilja, og hverjum ekki drullu sama, veist, hvað, akkur er svona fólk að velta sér rosalega upp úr þessu? Það er góða punktur. Ég skal hætta, ef við ekki hætta. Nei, ég skil að við erum að fara yfir slúður hérna, skilur. Þetta er slúður, skilur, og við erum í slúður núna hotni. Já. Ég bara veltaði fyrir mig, sko, og líka það að ef að eitthvað hefur komið upp á, skilur, akkur eru þau ekki bara skilin? Já. Akkur skilja þau ekki bara? Af því að ef það er það sem þau vilja gera. Já, af því að það er verið að tala út af brandinu, Smith-brandinu, eins og Beckham-fjölskyldan er orðið eitthvað brand. Já, ég veit það, en ok, tökum dæmi, hérna, sveppabrandið maður, það er svo orðið svo stórt á Íslandi maður og fjölskyldan er involveruð í þetta, skilurðu. Svo fer ég bara út og hérna, veð í einhver einstæða móður eða eitthvað, skilurðu, og það verður eitthvað ógeðslegt. Eins og að konurinn minni var ekki drullu saman með eitthvað sveppabrand ef ég væri búin að vera að halda fram í honum eins og rófulis hundur. Það var það bara að pakka saman og bara, veist. Já, líka eins og Will Smith, veist, þetta er Will Smith. Þetta er ekki, skilurðu, já, ég ætla ekki að fara að rakka niður eitthvað. En þetta er einn svalasti maður í heimi. Já. Það er ekki eins og Jada Pinkett Smith og Bjarni Töframaður sé í sambandi og hún sé svona, hann redda sér alveg, sko. Já, einmitt, fyrir utan það, sko. Já. Herru, þá var það loka slúðrið. Ég var bara að koma þessu frá mér. Ég finn þetta brann á þeim. Þetta brann á kettlón. Svo er það loka slúðið, það er að Bobby Brown. En hann er... Það er að frétta honum. Því líkur aumingi. Hann er núna í einhverju réttarhöldum að því að hann var tekinn daginn fullur og undir áhrifum fíkniefna. Hann ætti eiginlega sko að færa lögheimili sitt yfir einhver dómsal. Sko. Já, hann er alltaf, þetta er bara aumingi, ljótt að segja. En hann ákvað að plea not guilty og spurði dómarinn
hann hvernig stæði þá því hann hafi mælst punktur 12, ég þekki ekki reglurnar í Bandaríkjunum, hvað þetta mikið sko, og þá sagðist hann ekki muna það. Nei, ángríns, Bobby Brown held ég með greindaðistölu á við bíflugu. Það bara alla fréttir af honum einhvern veginn svona. Það alltaf eitthvað leiðilegt. Já, þetta er bara rævill. Þetta er bara greið sem Já, það ekkert gert. Hvað, ertu að sofna hérna í slúðurinn? Nei, ég gespaði bara maður. Já, þakkaði fyrir það. Ég færa þér hérna slúður og... Gamli bara, gespaði bara. Það bara, ég stressaður. Og krakkinn vakandi alltaf nótið það? Amma, ég meina, það dettur inn, skil. Það dettur inn. Það eruð allavega að hafa Bobby Brown. Hann hefur ákveðið að lýsa sig saklausan og, já, vonum við að... Nei, vonum ekki neitt. Já, ég vil bara hann fara að taka sig saman í andlitinu. Það nákvæmlega málið, en sko... Það var að fara að hísja upp úr sér buxum. Það er erfitt að gefa manni 100. sjensinni, þegar ekki. Hann búinn að fá sína sjensa, sko. Já. Þú heyrir það, ég er pirraður út í hann, Bobby Brown. Já, ég trúi þið vel. Þetta á slúðurpakki dagsins, hér réttandi á horni Hitaklefinn. Við ætlum að hringja í Árna sem er í ástabréfunni á, Árna og Caritas. Hann var í The Apprentice úr ástabréfu sem Sveppi Lási mitt í síðustu viku. Og svo er líka ástabréfuleikur FM 95 Blö. Nóg framöndan, allt í gangi. Herru, ég fekk hérna SMS, það er góðu vinur minn að keyra í sólinni á leiðinni heim, hann er einhverju þvílíkum fíling og hann baði þetta lag. Nei. Þetta er vinur okkar Pitbull og Havana Brown. Það er sömur í þessu, við verðum að gefa hana það. Vinsælasta lagi hérna á stöðinni 5957, þeir að hlusta hérna á þáttinn FM 95 Blö og já, það styttist ég að við hringjum í hana Mútu, Hitaklefinn og ástabréfuleikur FM 95 Blö ásamt í öllum að heyri honum Árna. Hvernig var að fá að heyra? Sem var í ástabréfinu. Spilið aldrei sama lagi 2 röð? Nei. Hefur það einhvern tíma verið gert? Nei. Ok, cool. Eigum það eftir. Já. Það er spennandi. Viltu einhvern mann spila sama lagi aftur? Já, ég var að pæla hvort við getum heyrt þetta lag aftur. Bara svona til að kóróna viðbjóðin. Nei, þetta er sömmer í þessu. Sömmer í þessu? Það er sömmer í stöpuksum. Hjöppi var með þetta lag síðast í flottulagakefninni og skeitir endur á sig, tapaði 5-3. Þú veist að Hjöppi er mesti Pitbull-fan á Íslandi, hann og Egill. Já, ég veit ekki eins og hvað Pitbull er. Nei, þú ert ekkert að skammast þín fyrir það. Ég og Björn Bragi, við vorum hérna með í gær, þá fórum við vel yfir, fossiðun á D.V.A.F. Það stendur lykill að æskuljóma, alltaf ungleg. Og D.V.A.F. fengu 13 einstaklingar sem þeim finnst að hafa svona elst vel á Íslandi. Og ég sé fossiðuna, sko. Já, og voru að spurja þá, hvað væri triksinn og galdurinn á bakvið þetta fallega unglega útlitt. Er ekkert að frétta. Jú, hvað fóðalettur neikvæður eitthvað. Það er bara, þetta lagi viðbjóður er ekkert að frétta, hvað? Nei, ég sko... Erum við ekki í góðu skapi í sólunni? Ég er í góðu skapi, ég er api. Og hlæjandi á hann? Veistu það, það er nefnilega svo stutt í mig, sko, veist. Þú getur náð mig glöðum aftur eftir svona 14 sekúndur, sko. Ok, fíla. En þegar það kemur eitthvað svona, þá getur orðið brjála snöggreiðist. Já. Ég snöggreiðist. Já. Og svo er ég fljótuð tilbaka. Já, það er þægilegt með þér. Já, snöggreiðist. Já, ég er aldrei séð lengi í fílu, þú mátt eiga það. Já, ég er aldrei lengi í fílu, en ég á það til að snöggreiðast. Snöggpirrast. Já, það sem ég ætlaði að gera, Sveppi, við fórum yfir þetta hérna í gær og ég ætla ekki að fara að dæma þetta neitt meira. En þar sem að þú ert nú búin að vera í fjölmiðlum í 10-12 ár, og alltaf er svona aðtóð, þú ert búin að vera mikið í kringum þetta fólk og... Já, veist, ekkert mikið... Nei, ég skil hvað við sjómli. Og ég ætla aðtóð hvort þú getur giskað á réttan aldur á fólkinu. Já. Til í það. Já. Og þú ert bara að segja þetta frá hjartanu. Ok. Ertu tilbúin? Já. Ágústa Johnson, sem er í hreyfingu, hún er eina af þessum 13 Íslendingum sem hafa elst svona rosalega vel. Hvað heldur Ágústa sé gömul í dag? Hún er svona 48 ára. Já, snálætti, hún er 49 ára. Aha! Já. Ok. Þetta er reynda, þú veist, þarna er það gefin ár, sem er alltaf fallegt. En þú vilt, það hefur svona verið skemmtilegur að hana að þú kannski skoðu að 42 eða eitthvað. Já, ok. Ég var alveg hugsað um að hún væri 50 eða eitthvað, skilur. Já, varstu ekkert viss hvori megin hún væri þar, eða? Ekkert þannig, ég skaut á 48 bara svona til að, veist að því að hún er alveg ungleg. Já, hún lítur mjög vel út. Hvað heldur að Svava í 17 sé? Hún er líka eitthvað hérna. Já. Það getur nú að vera bara saman í bekk, sko. Já, Svava í 17. Nú, hvað myndir að halda... Já, við veist með hvernig hún er, típan og veist, hún er náttúrulega með... Hress og flippuð. Og á fatabúð og er í tískunni og er með ungan... Tvítugan kærasta. Tvítugan fyrirsettu. Hann er svona 35 eða ekki? Já, hann rúmlega það. Það fertu, já, hann er grátt í vöngum. Hún er 50.
Já, hún er 49 ára. Nei, 48 ára, fyrir ekki. Hún er 48? Já. Oi, skeit á mig þarna maður. Hætti 2 árum að svöfu í 17. Hvað heldur að Kobbi Frímann Magnússon sé? Jakob Frímann. Jakob, maður. Það lítur út eins og $1 million, en hvað heldur að... Hann er 50 og svona 30 ára. Núna varstu góður loksins. Hann er 59 ára. Hann er 60 ára næsta ári. Já, spáði. Jakob Frímann Magnússon er alltaf 60. Já, lítur vel út kallinn. Já. Ég hef rætt það einmitt í gær. Það er enginn að segja mig það að þetta sé bara því að hann er búinn að borða svo hotla mat, sko. Nei, ætla sé að sprauta botox í smetti á sig. Nei, maður veit ekki. Við skulum alltaf ekkert vera fullir af það. Já, við getum alltaf, hann er kannski með einhver sjúklega góð krem. Já, ég held að sé meira það. Ég held að sé á einhverjum sérsamningi á Nivea. Það eru svo hendi Svavari Erni þarna, hárgreiðslumaður sendur út á smæður á morgunþættunum K100,5. Solid 42 ára. Hann er 37 ára. Sko, við vorum líka að ræða það í gær. Á hverju verið að setja 37 ára mann þarna inn? Þetta lítur hann út bara fyrir að vera 37 ára. Þú veist, lítur vel út og bara... En hverjir eru það sem eru ungir en lít út fyrir að vera alltaf gamlir og eru búin að fara svona alltaf illa með sig eða eitthvað, skilju? Já, það hverjir eru það? Ég veit það ekki. Viltu fara eitthvað út í það? Það er ekki bara leiðindi það? Jú, það eru leiðindi. Já. Það er alltaf gaman að vera með leiðindi. Já, hvað kemur upp í hugan hér? Já, ég meina, maður gæti nú alveg trúa því að Pétur Jón Sigfússon væri 32-30 ára. Já. En gæinn er fertugur. Hann verður fertugur núna á laugardaginn með. Nú, Sverrir Stormsker. Já. Maður geti alveg trúið að hann var gamall. Já, hvað er Sverrir Stormsker gamall, veist það? Ég veit það reyndar ekki, sko. Nei, það var kannski erfiðara að fara í hennan leik. Rétt. Herri, ég ætla bara að fara þetta fljótt, ég ætla að spyrja þig 2 í viðbót. Já. Hvað heldurðu að vinkona okkar, hún Sirri, fólk með Sirri, hvað heldur hún sé gömul? Sirri er svona 53 ára. Já, takk fyrir það, hún er 47, þetta er fallegt til þér. Og svo ætla ég að enda hérna, hún er Sigriði Klingeberg, hvað heldur hún sé gömul? Hún er 96 ára. Nei, og eitthvað vondur. Nei, ég er að meina, hún er nord. Já. Það er lifa endalaust, hún fættist árið 1901. Já. Nei, Sigga Klingling. Já. Hún er sko kannski svona 5. Nei, ég veist að svei mig þá, ég þori ekki að giska, ég er búin að giska svo illa. Ég segi bara, ég held kannski, ég get alveg trúið að hún væri bara svona 53 ára. Já, hún er 52, þannig að þú varst nú ekki langt frá því. Nei. Þannig að fólki sem er á forsíðu DFF fyrir það að líta svo unglega út, og þú skaust þér alltaf að vera eldri. Já. Þannig að, ég veit ekki, það svona aðeins dregur úr þessu. Já. Herru, við ætlum að hoppa hérna í örstuð skilaboð og ringja svo í mútu og ringi Árna úr ástabréfaleik bleikt.is. Ég er mjög spenntur fyrir því síndali. Dekkjadagar á FM í samstarfi við Dekkjahöllina. FM og Dekkjahöllin ætla að bjóða hefnum hlustendum upp á umfölgun og eða dekkja umgang á bílinn fyrir sumarið. Heiðar Austmann mun draga út vinninga alla virka daga í apríl og í lok hverja viku fær einn mjög heppinn hlustandi nýjan dekkjaumgang á bílinn sinn. Dekkjahöllin hefur opnað nýja og glæsilega þjónustustöð í Skútuvegi 12. Dekkjahöllin býður þér mikið úrval dekkja á betra verði á Akureyri, Egilsstöðum, Skeifunni og nú einnig í Skútuvegi 12. Skráningarhafinn á heimasíðu FM, FM 957 og Dekkjahöllin, það er vor í loftinu. Magasín á FM 957. Á mánudögum erum við með kvikmyndagetrun og spilum kvót úr frægum bíómyndum, hlátur, raddir og alls konar rugl. Sack of wine. Life was like a box of chocolates. Þú gæti eftir í 5.000 kr. inneign hjá filma.is. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. FM 95 Blö er í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Gretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Gretia, láttu það eftir þér. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Emori Hanna hér með Love the Way You Lie. Hann er alltaf flottur, hann M&M. Já, er þetta fílan? Já, ég er svona, veist, röddinn hans, hún er töff. Já, hann er töff, ég fíla hann alveg í tællur. Mér finnst hann eiga hellinga flottum lögum. Já, já. Og svona er það bara minn uppáhaldsrappar held ég. Já, hann er góður, sko. Já, hann og Jay-Z.
Herðu, við höfum verið með dagskrálið hér í þessum þætti sem að hefur svolítið verið að dvína út því að hún svarar aldrei. Já, mamma einn. Já, við ringdum hér reglulega í mömmu en við erum búin að reyna að ringja núna síðustu 2 vikur og hún ekki svara okkur. Já, það er aldrei erfitt að byrja með dagskrálið þar sem að viðkomandi vill ekki vera. Já, það er strax slæm hugmynd að dagskrálið. Já, það er svolítið þannig, sko. Já, en einhvern veginn finnst mér eins og hún verða að svara núna því að ég er að skoða hérna Facebook hennar. Já. Og serðu hérna, og hérna er hún að posta svona það sem að hún copy-pastar eitthvað. Já, eitthvað svona, já. Þetta er svona eitthvað sem ég myndi aldrei setja á mína síðu, en þetta er mamma mín. Já. Þannig að, veist, hún hugsar ekki eins og ég, hún er ekki gauð. Það er oft með stelpur og svona mömmur, það er ofta svona copy-paste eitthvað svona, vertu góður í allan daga því að þú veist ekki hvað gerist á morgun, eða skilja, eitthvað svona gullmóla og... Já, eitthvað í dag, veist, systir mín er æðisleg, posta þess að þú átt æðislega systir. Já, einmitt. Svo er líka núna það sem er að drepa mann á Facebook er alltaf að posta hvað heldur í sig gamall og eitthvað prófælmyndinni minni, hverjum er ekki drullu sama. Já, þetta er náttúrulega bara, fólk er bara, veist, þetta er orðin afþreying, sko. Já, fólk hefur lítið að gera að henni. En það sem að mamma er að posta hérna er, hún setur svona eitthvað copy-paste, það sem hún skrifar hérna. Saknar einhvers, hringdu, viltu hittast? Bjóttu, vilt að fólk skilji þig, útskýrðu, líka er ekki eitthvað, segðu frá því. Finnst þér eitthvað vel, ég nenni ekki að lesa þetta allt. Þetta er eitthvað svona viðbjóður. Já, fólk átt að sjá þessu hvað þetta er, sko. Já, svo kemur inn í lokin, við eigum aðeins eitt líf, flækjum ekki hlutina óþörfu. Og, sko, þetta copy-paste er allt liðið, maður. Já, ég get alveg lofað því, með fullri vinning fyrir móður minni, þá var hún ekki að semja þetta inn á Facebookinu sín. En er þetta eitthvað svo lest og bara, já. Það er kannski komin tíma að ég ringi pappa. Já, það er... Ég er ekki búin að heyra í honum í 7 ár. Já, bara því að sást þetta á Facebook. Já, hjá einhverjum. Þetta er alveg rétt. Ef ég vill að fólk skilji mig, þá þarf ég að útskýra. Já. Ég ætla að ringi frúna. Ástu mín, ég nenni ekki að þrífa. Þannig að hvernig vill það ég útskýra það fyrir þér? Ég bara nenni þess ekki. En sko með þetta, þá ættu nú að svara okkur hérna. Já. Og ég er að skoða hérna Facebook hennar og mamma sérðu hérna, hún er búin að vera duglega að posta myndum. Já. Sérðu, hérna er hún hjá Gullfoss og þetta er margt skemmtilegt. Já, sérðu, hérna er hún í snjókominni, þessi er voða flott að henni. Já, en ég sérðu prófælmyndir á hann. Hvað er það, byggar eða? Já, hún heldur hérna á byggar. Já, hún var alveg fara að djúsa þessa myndu upp aðeins. Já, meinarðu þá fyrir hitt kynið eða? Já, bara maður á alltaf að vera með einhverja svona fresh Feska prófælmynd. Það er allir einhvern veginn upp á sitt besta alltaf á þessum prófælmyndum. Já, mér er samt alltaf svona, ég segi ekkert sorglegt en það er alltaf pínu steiktur og sér prófælmynd. Sko, stelpur setja ekki prófælmynd hjá sér nema það er 7 sætar á henni. Það er eiginlega bara staðfest. Jú, það er einn og einn flippar að núti, sko. Og það er mjög skrítið oft þegar þú sérð að hún er greinilega tekin af henni sjálfri. Já, sérði eiginlega hendina á henni nánast og búin að taka mynd af sér og svo er hún tekið myndina. Wow, þessi er góð af mér. Þetta er prófælmynd. Það er einhvern veginn hættulegt. En ég get alltaf að lofa því að mamma tók þessa mynd ekki sjálf. En herðu, sko, með þennan post, ef þú sagt hann einhvers, hringdu, ef þú ekki bara hringja þetta og hattu það hvort hún svar ekki því að já, mér finnst lélegt að hún svar ekki svona með við hennar post. Já, ég ætla að ringja þetta, stimpla þetta í númerið hennar. Þetta er númeralengd. Halló? Mamma? Já. Nei, hvað segir þú gott? Æ, ég sé að fýta skan. Ekki? Já, langt sér heiti þér. Strákar. Ég hef ekki tíma til að tala við ykkur. Ákveður þetta alveg hægt að svara okkur? Við reyndum að ringi í síðustu viku og þar síðustu viku. Af því ég vil ekki tala við ykkur, þess vegna svara ég ykkur ekki. En herru, Adi. Já. Eitt hérna. Já. Þú varst með hérna, ég var að skoða Facebookið þitt. Varstu að skoða Facebookið mitt? Já, veist, bara síðuna þína. Til þess er það, mamma mín, að fólk skoða þetta. Já. Og þú varst nú... Ég er ekki vinir, ég og Sveppi, sko. Þú varst búin að posta inn svona, saknaru einhvers, hringdu. Það er nákvæmlega sem við erum að gera. Svo skrifar ég hérna... Þú veist að sakna mér svo mikið. Já, veist. Og þú segir hérna, ekki burðast með nei í kollinum. Taktu áhættuna á að svari verði já, skilu, þannig að... Þú verður að lifa eftir þessu, sko, þú ert að posta þessu á Facebook, skilu, Já, þú meina það. Já, nú söknum við þín. Já, þannig að þið hafið tekið svo alveg bókstaflega. Já. Æ, hvað þér er sætið. Er þetta að keyra það? Nei, ég hef samt í bíla að vera að skutla mér heim. Nú, ertu búin að fá þér, eða? Hvað, verður að skutla þér heim? Já. Ertu gerðkvöldið, eða? Nei, ég var að fara með bíla og verstaði. Já, ok. Getur sonuðin ekki hjálpaði með það? Ég vinn að þetta maður sér. Sérðu auðun í and, auðun getur ekki skipt um dekk. Hver er að skutla þér?
Gilli, já, ok. En hérna, við vorum að fara hérna líka hans yfir Facebook-síðuna hérna, mamma. Hættið að skoða Facebook-síðuna mína, strák. Nei, hérna, bara eitt, það myndi nú ekki... Það myndi nú ekki drepa því að uppdata myndina og setja kannski einhverja svona sexy mynda þér. Nó, þetta er ekki fín mynda mér með byggarinn. Jú, hún er fín með byggarinn, sko, en þú veist, það er allt í lagi svona þess að djúsit upp. Stelpur í dag að setja myndir að sér í svona einhverju fitness-göllum og eitthvað svona? Já, sjáu mig anda með prófílmynd af mér í latex-skala, eða? Já, það er kannski svona mynd sem þú tekur, veist, svona í speilin og klósetti. Sveppi, þá fyrst myndi önnur hringja og spyrja því hvort að ég væri endalega búin að vera. En hvað svona, þegar þú hendur inn þessari prófælmyndaði, mamma? Já. Hvað hugsaður? Ok, ég sæti á þessari, ég smell henni. Nei, ég var að spá í spilamennskunum páskana, en þú sagðir að ég væri með byggarinn. Já, ok, það er spilabyggarinn. Já. Þannig að þú hefur fengið byggarinn. Já, ég fekk að máta hann. Já. En hvað er annars að frétta af aðalskvísu landsins? Er það allt fínteskan bara? Nei, ekki? Jú, ekki bara verið gott. Er eitthvað nýtt í, þú veist? Nei, hættuðu þessu. Hvað? Nei. Nei? Ok. Strákar, hvað er að ykkur? Hérna, manstu... Ekkert annað en að gera en að hringja mig, eða? Já, brjála að gera. Jú, það er allt vittlust í okkur í dag. Við bara, þú ert svo skemmtileg. Já, takk ykkur fyrir. Nei, ég meina, þú ert dagskrálegur hérna í þessum þætti, þannig að þegar þú svarar ekki, þá erum við ég lendum við í vesinni, sko. Við erum búin að missa dagskrálið 2 vikur í röðu núna því þú eru ekki svarað okkur. Já, ég nenni ekki að svara ykkur í hverri viku, sko. Nei, en segðu nokkur hérna og hlustundum, is there a lucky guy out there? Hæ? Is there a lucky guy out there? Það veit ég ekkert það getur vel verið, ekkert stöðar. Nei, ég meina, ég er bara að spyrja það, mamma mín, ertu að hitta eitthvað? Nei. Nei, ok. Þannig að einhver heppin að bíða. Örugglega. Enda ertu búin að hitta allt og mikið af fólki gegnum tíðina. Nei, ekki þannig, bara fólk, skilur við. Bara alls konar fólk. Alls konar fólk. Já. En ákveður ekki, núna, mamma, smá hugmynd. Já. Ákveður ekki að nýta þennan þátt í það? Já, finnst ég það. Já. Við svona, þú veist, að segja, ok, þú ert besti kokkur sem ég veit Sveppi getur staðfest það. Fylti kjúklingurinn og allt fyrir því. Gullfalleg. Ótrúlega skemmtileg börn. Er þetta ekki eitthvað sem þarf að nýta? Á miðum aldrei. Já, er þú sem auglýsa fyrir mig eða? Já, við vorum svona, ég var að spæði það, hvort þú getur nýtt þetta eitthvað? Við vorum að hugsa um svona dagskrálega sem að Öddi pimpa mömmu sín. Já, það er að hringja inn eða? Já, við getum, senda okkur post. Þið eru snar, rúglaðir. Við viljum bara sleppa þér. Ok. Alltaf gaf neyri þér. Já. Verður þið gott. Já. Bye. Já, hún svaraði nú. Já, veistu, mér fannst bara að það lág vel á henni. Já, hún var í góðu skapi, það er best að... Samt er bíllinn fann í viðgerð, það var að vera skuttlinni heim og samt tress. Já, ég held, er það ekki veðrið? Já. Sólinn og svona, þetta er rosalega vel í mömmu, sko. Vorið. Já, þetta er vorið. Hún er vor. Alone Again með Alice Reed, gamli hartslagarinn hann undir, sem að hétt bara Alone, ekkert Again. Alice Reed með Alone Again. Þið eru að hlusta hérna á FM 95 Blö og við byrjum á nýjum leik í gær sem að heitir Ástabréfaleikur, eða Ástabréfaleikur FM 95 Blö. Og kviknaði svo hugmynd í kringum ástasöguleik Blekt.is sem að minnir okkur einmitt á það fyrir ykkur hlustendara. Við erum að fara að hringja í hann Árna sem hann var í ástabréfinu sem við Sveppi lásum upp fyrir viku síðan. Sem að Caritas, vildi svona meina það að hann væri ekkert með allt á hreinu þegar við kynntust á einum ýmsu sviðum. Var alltaf draugfullur og kunni ekkert rumli. Það var svona basically það sem hann reyna að segja þessu ástabréfi. Og við ætlum að heyra hérna í honum eftir og ég viðurkenni að það eru fáir í Íslandi sem ég langar mikið til að tala við núna á Árni. Svona hleran með þetta. Já, það er ógeðslega gaman. Maður er ofta að sjá einhver alls konar svona og maður hugsar oft bara fólk, hvað er málið með þetta lið? Hvað er að gera? Hvað heldur að gæinn haldi og bla bla bla? Já, ég er oft spurður, eru þau ennþá saman? Já, ég mér skilur af því að það eru svömmir sem hefði kannski orðið mjög reiðir þegar makinn myndi og sendu þetta bréf inn saman eða var þetta bara einhver ákvörðun sem hún tók? Það eru ýmsar spurningar sem við þurfum að spyrja Árna hérna eftir. Já, það verður spennandi. Já, en það sem við ætlum eins og vera að byrja á er Ástabréfaleikur FM 95 Blö og Björn Bragi, Sveppi, Hjöppi og Pétur Jóhann keppa í þessum leik og Björn Bragi, hann er búinn að lesa sitt bréf. Las sitt bréf hérna í gær í þessum leik og ég setti undir huggulegt lag fyrir hann. Svona kósí lag sem að ég setja hérna undir og þú ert búinn að skrifa ástabréfið, ekki? Já, ég vissi ekki að það var keppni, ég gerði bara eitthvað rugl í gærkvöldi, sko.
Já, ég meina Það að ég sé að ég með eitthvað svona, veist. Já, ég meina þú átt séns á að fara frýtt í Bláa lónið og sleikjó. Þannig að, nú hvað, hefur þú gert þetta eitthvað öðru sem þú vissir þetta að vera keppni? Ég veit það ekki, en veist, maður ákveður að afsaka sig fyrirfram. Nei, og það eru líka, þannig er ég ekki. Svo er það hlustendur sem velja, besta bréfið. Ert þú tilbúinn eða? Það því að ég seti undir svona kósí lag þegar þú ert til. Já, ok. Ok, ertu klárað? Já, ég held að. Ok, þetta fjallar hvernig við kynntumst? Já, svona okkar fyrsti sem ég sagði. Ok, þá seti ég hérna. Kósí svona. Það mútu bara byrja. Ég gleymi seint þeim degi þar sem ég sá Auðun Blöndal í fyrsta skipti. Það var veturinn 2001. Myrkrið var búið að grafa sig inn undir skinnið á mér og þunglindist þokan lá á öllum taugaendum líkamanns. Ég var búinn að vera í óstjórnlegri tilvistakreppu á þessum tíma og fannst lífið ekki standu undir væntingum. Ég satt á skrifstofu minni ásamt vinnufélögum mínum Sigmari og Jóhannesi og við biðum eftir ungum dreng frá Sauðárkróki sem var að koma og taka við starfi mínu þar sem ég var á leið í nám í Suður-Frakklandi og finna sjálfan mig og læra nýtt tungumál. Tungumál ástarinnar. Birtan frá tölvuskjánum var svo eina þennan dag. Þangað til að inn á bílaplanið renndi rauður sportbíll. Ég fann að hjartað tók kipp. Ég hafði ekki hugmynd hvort þetta væri hann, en hjartað lýgur ekki. Ég satt þétt við gluggann og starði út á bílinn og beið eftir hann kæmi út. Hvað var hann að gera inn í bíl? Mér fannst heil eilífi líða, en þetta voru bara nokkra sekúndur. Og þegar hann kom út úr bílnum, hafði andardráttur minn aukið svo gríðarlega að ég sá hann ekki vegna móðunar sem hafði myndast á glugganum. Ég þurrkaði hana og fylgdist með honum ganga inn og guð minn góður, öryggið sem hjúpaði þennan dreng sem gekk frá rauða sportbílnum sínum var til þess að það jókst á móðuna á rúðunni. Hvíta dúnúlpan flaksaði í vindinum og ljósu strípurnar í hárin á honum fengu allt annað en hár mitt til að rísa. Augu okkar mættust eitt augnablik og skakkfiska brosið ætlaði engan endi að taka. Ég hugsaði, af hverju er þessi rúða á milli okkar? Ég lokaði augunum og ég hugsaði okkur tvo keyrandi á þjóðveginum eitthvað út í buskan á rauða sportbílnum hans. Bara við tveir og öll eilíðin framundan. Þegar ég opnaði augun, stóð hann fyrir framan mig í öllu sínu veldi. Það birti til inn í mér, sem og fyrir utan mig. Stórkastlegt ástarbrauð hérna. Það er fólk að núti grátandi. Já, þetta var fallegt, gríðarlega fallegt. Veistu það, ég geti skrifað svona í rauðu seríuna. Já, en þetta er samt, þú lýgur aðeins þarna. Lýg ég? Já, manstu fyrst þegar vorum að byrja að vinna saman í 70 mínútum. Þið leið svo illa í rauða sportbílnum mínum að ég gleymi aldrei, við vorum með svona rauðu ljósi upp á Ártúnsbrekku og þú beygði þig niður svo fólk í hliðina myndi ekki sjá þig í bílnum. Það er annað bréf. Þar sem við förum yfir það eftir að ég kynntist Auðuni Blöndal og fekk að fara í bílinn hans. Þá kom allt annað í ljós. Þá breytist allt eftir að ég kynntist þessum viðbjóði. Þessu svarta hjarta sem hann geymir. Þetta er samt svona moment sem ég gleymi aldrei. Þegar við vorum alltaf á rauða ljósinu og þú byrjar svona sígaröður og ég segi, þetta er dagsat, hvað er þetta að gera? Þetta fólk heldur okkur finnist þetta töff og byrjar að síga í sætinu. Skammaðist ég fyrir að vera í rauða Hyundai Kúnum. Já, en þetta er ástarbréf og þetta er falleg huglega. Þú ert með fallegan orðaforða og myndskreiti með orðum og þetta var virkilega fallegt. Þetta er telst en contender, 2 bréf kom inn og Pétur Jóhann er á morgun og Hjöppa á föstudaginn. Er ekki hægt að hlusta á texta? Jó, þetta fer allt inn á vísir.is. Það fer allt inn á vísir.is. Ástabrifið hans Bjössa er komið inn á vísi og þetta verður komið eftir þáttinn í dag. Svo eins og ég segi verður Pétur á miðvikudaginn og Hjöppi á föstudaginn þar sem það er frí á fimmtudaginn. Þátturinn okkar Hjöppa verður á föstudaginn. Sumardagurinn fyrsti kallurinn. Sumardagurinn fyrsti. Við ætlum að fara inn í örstutt skilaboð og svo ætlum við að hringja í Árna sem að hóf þetta allt hjá okkur. Já, síðasta þriðjudag. Já.
Pepsi Max kynnir. You will be going undercover as high school students. Þeir líti ekki út eins unglingar. En ef þeir vilja halda starfinu, verða þeir að breytast í unglinga. Snillingarnir Jonah Hill og Channing Tatum fara á kostum í grínmynd ársins 21 Jump Street. Frumsýnd á miðvikudaginn. Nú eru hlöllabátastæðinir orðnir 10. Ávallt ferskir. English Pub. Minnum á leikina í meistaradeildinni í kvöld. Allir leikir sýndir á HT Risaskjám. English Pub, Reykjavík og Hafnarfirði. Fyrsti vinningur gæti orðið 150 milljónir króna. Skattfrjáls. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. Undanúrslitin í sterkustu deild í heimi. Meistaradeild Evrópu. Bayern München Real Madrid í kvöld. Og Chelsea Barcelona á morgun. Og Þorsteinn Jóð og gestir fyrir og eftir leik. Fá þér áskrift á stöð2.is. Stöð2 Sport. Besta sætið. Nýtt í bíó. The Cabin in the Woods. Þú heldur að þú hafi séð þetta allt áður. En vert ekki svo viss. What is going on? Einn frumlegasti spennutrillir allra tíma. What is this place? The Cabin in the Woods. Sýnt í Sambíónum. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredía. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredía, láttu það eftir þér. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95. Hérna á FM 957 og það komið að því að við Sveppi ætlum að hringja hérna í ungan mann sem að, varð svona fyrir barðuna á okkur í síðustu viku. Já. Kannski ekki hann svona meira konan að segja, jú, þetta var eiginlega meira á hann, fannst mér. Já, það er hann sem lítur illa út í þessu, sko. Já, í þessu bréfi. Ég held að ekki farið fram hjá neinum að við Sveppi lásum upp ástabréf hérna fyrir viku síðan, þar sem að þau Karitas og Árni eru að keppa. Já, þau eru að fagna þessa 6 ára sambandsafmæli núna í apríl byrjun. Já. Og þau eru að keppa inn á bleikt.is í besta ástabrifið, ástasagan. Akkurat. Og það kom margt fram í þessu brefi sem var ekkert allt og jákvætt fyrir átnagreið. Og það vill svo skemmtilega til að við Sveppi erum búinir að grafa upp gemsanúmeri hjá þessum dreng. Það voru einhverjir Grindvíkingar sem að senda okkur það, helhressir. Og við ætlum bara að hringja í hann, það er svo margt sem ég langar að spyrja. Já, það er alls konar, það er hérna, hún talar um að hún hugsaði oft hann þegar hann var of fullur. Já, svo bara. Var að reyna að passa hann færi sér ekki að voða. Foreldrar hennar fóru úr bænum í heila viku, hún bauð Árna heim og hann var líka mjög óreyndur og það var svo margt sem hún þurfti að kenna honum. Já, og svo einn daginn fekk hún SMS frá honum í fyrsta skipti sem að þau töluðu saman og í því stóð þú ert falleg. Það er hellingur. Ég ætla að hringja í drenginn, það er margt sem við þurfum að ræða hann, já. Förum aðeins yfir stöðunum með honum Árna litla. Já, líka bara fyrsta spurning mín, eru þau ennþá saman? Já. Eftir þetta bréf, vissi hann til þeim sem var að senda þetta inn, eða? Já, nákvæmlega. Maður spyrja hann að því. Það er eitt og annað sem við þurfum að vita. Já, með hressa hringingu. Flotta hringingu. Árni. Hvað er hann? Komdu sæll og blessaður, Öddi heiti ég og við hliðina með situr hann Sveppi. Já, sæll og blessaður. Hvað segirðu, gamli? Er þið bara fína? Gaman að heyri þér. Ég ætla að þakka ykkur fyrir, ég lendi í öðru sæti. Nú, lendu í öðru sæti í ástæðarsöguleiknum? Já. Þannig að við erum með réttan Árna á línunni. Nákvæmlega. Já, ok. Vel gert, maður. Hvað þýðir annað sæti? Það er fjórhjólaferð og matur og salturinn í Grindavík. Nú, glæsilegt. Til lukku með það, maður. Til hamingju með það. Þannig að fyrsta spurningi mín, þannig að þið eru ennþá saman, þú og Karitas? Já. Já, frábært. Nákvæmlega. Það er nú mjög jákvæmt. Við lásum upp ástabrifið eins og kannski veist. Já. Hvernig leiði þér svona þú heyrðir? Vissið þú af því þegar hún sendi brifið? Vissir þú að hún væri að senda þetta brif? Nei. Það er geðveikt, maður. Ég sá þetta bara eftir. Já, ok. Og hvernig leiði þér þegar hún hendi þessu bara pappír og beinti ástarsöguleikin? Þetta er bara gaman. Já, og þú getur kannski ekki sagt neitt annað? Ég gerði náttúrulega allt þau sendur við þetta, sko. Já. En hún náttúrulega gerir þetta, þó svo hún hafi gert þetta aðeins og þú vissir af því, þá hefur hún örgulega vita að þér eru því slétt sama. Já, þetta er ekkert mikið mál fyrir mér, sko. Nei, þið eru dröllu sama. Já, ég fíla það attitúdi. En það er ýmislegt Árni sem við þurfum samt að spurja þetta úti ef það er í lagi. Já.
Sko, ef við byrjum bara hérna til dæmis þegar þið kynnist að þá opnað þú víst eitthvað munnin mjög alvarlegur og svip og útrónum vellur svo einhver endalaus vitleysa hjá þér eitthvað voða merkilegt sem meikaði ekkert sens og Karítas hló og pissaði á endanum á sig. Hvað var það, manstu eitthvað hvað sagði þér eða? Nei. Nei, það var alltaf eitthvað svo fyndið að hún meiki í sig. Já. Nei, þú manst það greinilega ekki sem að kemur að næsta punkt hérna, þá segir hún hérna ég var alltaf að koma við hann, hugsa hann þegar hann var of fullur og þegar það tókst ekki reyndi ég að passa hann yrði sér ekki að voða. Já. Gamli alveg crazy þegar hann fæði sér í tána, maður. Bara svona eins og gengur og gerist. Þú varst að geta glíma með einhver áfengisvandamál sem úlingur? Nei. Bara eins og við hinnir. Já, nákvæmlega. Já, vel gert. En hún Karítas, hún er svona spaujari, sko. Já. Maður verður að taka þessa sögu, en náttúrulega fólk þekkir hann ekkert. Nei, ég skilji. En þetta er svolítið svona, þetta var mikið grín með okkar, sko. Já, ok. En svo segir hún var vist alltaf að reyna eitthvað við þig og þú fattaðir ekki neitt. Já. Þannig að hún fekk eitthvað vin sinn til að segja þér að hún væri hrifin að þér. Já. Og svo einn daginn þá fekk hún SMS sem að stóð í þú ert falleg. Já. Varstu fullur þegar þú gerði það? Eða varstu bara í ruglinu heima, blá eitru bara, ég veit ekkert hvað ég að senda. Ég sendi bara eitthvað, þú ert falleg. Varstu í því eða? Ég var smá, ég var ekki blindfullur en... Og varst búin að þrýsta niður kannski 2-3? Já. Það er búin að hendi í sig, hann var ekki að því. Það var einhvern veginn að brjóta í sinn, það var ekki mikill fagmaður í sig, sko. Nei, ég menna þetta virkaði. Nákvæmlega. Heyrðu, svo gerist það í páskafríinu 2006. Já. Það fara foreldrar hennar úr bænum í heila viku. Hún býður þeir heim til sín og needless to say, þá var herbergi ekki yfirgefið í heila viku nema í ýtrustu neyð. Já. Og það passar allt saman, ekki? Jó, nákvæmlega. Já. Og svo segir hún hérna að hann var líka mjög óreyndur og ég hafði svo margt að kenna honum. Já. Vissir ekkert hvað varst að gera? Jó, ég var náttúrulega alveg mjög reyndur. Það fór ekki út í viku. Nei, en hún segir hérna að þurft að kenna þér eitthvað. Hún segir the boss finally found an apprentice. Já. Var hún svona taking charge þarna eða? Nei. Þarna kemur húmórinn í Karítas? Já. Já, ég skildi, ok. Já, þannig að þú þvertökur fyrir það hérna framan alþjóð og þú vissir alveg hvað varst að gera? Já, algjörlega, alveg, mjög reyndur. Heyrðu, þá vonustu til þess að það næsta sem ég segi hafi líka verið svolítið svona húmór í henni. Já. Því að hún segir hérna 4 mánuðum seinna var þið ólétt, enda ekki beint svo ábyrgasta þegar það kemur að kynlífi. Já, ég veit. Er það málið eða? Var henni alveg sama bara? Nei, alls ekki. Nei. Maður gleymir þessum. Já, hann segði mér núna, verður nú alveg hreinskilinn, hversu mikinn skít ertu búin að fá frá vinuðinum eftir að þetta bréf tók þátt í þessari keppni? Ég fekk mikinn skít, sko. Þú ert alltaf búin að fá að heyra það? Já, nákvæmlega. Að félagarnir eru búin að vera aðtast í þér? Mikið búið að ég vart stöðu mín í þessu sambandi, hvort að ég sé bossin eða ekki. Já, það er svona, það fer ekkert að mynda máli í þessu brefi, hver ber buxurnar í þessu sambandi, sko. Já, en ég er samt, þetta er búið að vera mjög stormarsamt samband, þannig að ég veit ekki, við erum bæði bossar. Já, bæði bossar, ok. Svo er að fyllast hjá henni langþráður draumur, hún er að fara að gifta sig. Henni til heiðus. Já. Færð þú að vera með það? Típisk Karítas, sko. Það er típisk. Þetta er svona típisku Karítas. Þannig að við getum allavega að orða það þannig hversu er hægt að fíblast með þetta bref. Þið eru allavega búin að vera saman í 6 ár. Já, Egið 2 börn, nú er það að fara að gifta ykkur. Já. Já, ekki nóg með það, þið eru að fara í 4-hjólaferð. Nei, ég sé svona. Já, og svo er það að fara í 4-hjólaferð. Já, nákvæmlega. Það er miklu betra en að fara eitthvað hótel og... Já, hvað var í fyrstu velun í þessu? Það var eitthvað luxushótel og eitthvað matur, sko. Í bænum eða einhvers staðar erlendis, eða? Já, Blálón. Já, ok, þannig að þetta var allt svona... Ég held svona, þegar ég var að lesa yfir þessu ástæðbréf að það væri heimsreisa í velun.
Já, einmitt. Þetta meira bara svona kísill í Bláa lónið. Hvað fekk þriðja sætið? Bara ferð fyrir tóið í Bláa lónið og plastönd, eða? Svona alltaf því. Heyrðu, það var allavega... Já, ég ánægður hérna að þú skildi gefa þér tími að spjalla við okkur. Þetta bara svona búið að brenna þess á okkur eftir að lásum þetta bréf. Já, það var ímyndilegt sem við þurftum að fá að vita, sko. Ég mjög sáttur með að vinna þessa fjórhjólaferð. Já, ok. Myndlátur. Og smá skípu frá vinunum, þá var þetta allt í góð. Já, fjórhjólaferð fyrir smá drullu frá félagunum, maður tekur það á sig. Nákvæmlega. En það reyndar, það var hérna, það sem þetta kom okkur ekki óvart og þú vissir ekki að bréfinu þegar það fór í keppnina. Já. Nei, ég vissi ekki að því. Það ljóst. Herru, þá bara óskuðu ykkur allsins besta og bara gangi ykkur vel með brúðkaupið og hjónabandið og börnin og fjórhjólaferðina. Já, takk fyrir það. Við byrjum að heilsa frúnni. Já, herru, takk aðeinslega þetta, Önnur. Bye. Já, þetta var hann Árni. Já, og... Sultu slagur í Grindavíkinni. Pottslagur og... Já, hann var nú ekki að atast í þess eitthvað að vesenast. Þetta trublaði hann ekkert mikið. Nei, ég heyrið á hann, þetta er svona típa sem er bara alveg sama. Já, hún bara sendir þetta bréf og hann bara þú út klikkum. Þetta er svona eins og Gunni mágur minn. Maja systir er svona nett frekja, sko. Já. Og Gunna er bara alltaf sama, bara eitthvað svona. Jú, já. Þetta er bara svona. En svo setur hann löppina niður þegar hann kom með nóg, sko. Já, þegar það á við. Já, en það er eitt sem að líka svona, það sló mig ekkert. En sko, hann vissi ekki að bréfinu. Og vinir hans eru búin að láta hann heyra það, eins og okkur grunaði. En hann er einhvern veginn bara svona pottslagur eins og öllu saman því að hann er að fara í fjórhjólaferð. Já, það er bara make or break. Já, það er einhver að fara að útskrifa fyrir Árna hvað fjórhjólaferð er. Þetta er ekkert the shit, sko. Hann er ekki að fara til tungsins. Nei, en... bara smá drullumall. En maður heyrði á hann, þetta var góður strákur. Já, það var hressandi. Og Caritas, the boss, finally found an apprentice. En hann vildi nú meina hann hafi verið vel reyndur. Hann kom því tvisar að framfæra. Þetta var ekkert hans fyrsta skipti, sko. Nei, hann vildi, það var eiginlega svona mesta sem hann vildi koma framfæri. Hann var einu sinni að tvisar búinn að fá Þetta var Árni úr ástarsögunni við það komunni kjallaverða. Já, þetta var gott. Þau verða alltaf betri og betri, þessi íslensku rapplög. Já, þau verða fín. Og þessi íslensku bæði rapplög og svona R&B-lög er orðin allt annað en það var. Já. Eins og Úlfur og þetta lag með Gabriel. Er þetta R&B sem við vorum að hlusta á? Nei, þetta er svona, ég veit ekki hvað þetta er. Jú, ég skil gátt við. Það var alltaf bara Sálin, Ný Dönsk og eitthvað svona. SSOL, já. Já, og nú eru komin flott lög frá svona listamönnum fyrst. Já, þeim fer batnandi. Já, ekki spurning. Og batnandi mönnum er best að lifa. Það er svo segja þér. Já, þetta er nú bara orðað til það ekki. Já, Árni, hann hakkaði álitið á mér innan. Já, hann var gaman að heyra í kallinum. Netustrákus. Já. Hann heyrið það bara. Já, bara, veist, hann er örglega svona alveg sultu slagur. Já, hann sagði þess að þetta er búið að storma samt samband. Já, svo er nú alveg þetta leggja alls konar merkingi það. Já, ég blessaður. Það verður ekkert í 6 ára sambandi og svo rífast að þessu kæl. Hvað heldur þú, Sverrir? Bittu fyrir það, maður. Það styttist í hitaklefa dagsins og það er hann Svavar sem er mitt maðurinn að Þóru sem er að bjóða sig fram til forseta. Já, Svabbi forsetafrú verður í hitaklefa dagsins hérna rétt og eftir og það er ýmislegt sem við þurfum að negla á hann. Hvað hafaðu móti Óla? Mitt. Akkur eru þið að þessu? Já, ertu eitthvað svona farin að hugsa hvað þú ætlar að kjósa eða? Nei. Byrjar að mynda þér eitthvað skoðun? Nei. Er ekki alltaf gaman samt að fá svona kostningar? Já, það er alltaf gaman að kjósa, sko. Já. Ég tók nú samt einhver ákvörðun þarna einhvern tímann þegar var verið að kjósa þetta iSave og kjósa og alltaf verið að kjósa og menn bara, það er í kostningar. Svo verið að kjósa í lið og svona. Svo, já, alltaf kosin síðastur. Nei, síðustu 2 kostningar, þá hef ég ekki nýtt mér atkvæðarétt minn. Já, ok, skilaði þér nauðu? Nei. Nei, ok. Ég bara mætti ekki. Þú verður að mæta samt. Nei. Ég veit þetta er lélegt, þetta er að koma frá mér sem er nú ekki svo best í þessum. En það er, maður verður að nýta kostningarétt sinn. Það segir sér býnir sjálft. Já. Það er ekki, í lýðræði. Jú, Frá Auðunni Blöndal. Í lýðræði? Verður maður ekki að nýta kostningarétt sinn í lýðræði? Þannig er ég bara að taka eitthvað sem ég heyrið út í bæ. Ég segir svona. Nei, jú, sko málið er bara það, ég veit svo lítið þetta og ég hef ekki kynnt mér neitt almennilega og veit hvað lítið, sko. Já. Mér finnst leiðileg svona mál, þannig ég hugsaði bara, akkur er verið að láta mig kjósa þetta. En leiðindamál er ekki hins vegar forsetakostingar, það er ekkert leiðilegt. Nei, það er fínt, sko. Já. En þú veist, akkur er verið, ég kaus á sínum tíma ríkisstjórn Íslands. Já. Og þá hélt ég að þau gætu bara græja þessi mál. Æsef og svona. Já. Akkur er verið að senda þetta aftur til mín. Já, það er ég er búinn að kjósa þau.
Vanhæfur ríkisstjórn. Vanhæfur, hvar eru pottaliðið núna maður? Já, það þarf að fara að berja aftur í potta, það þannig. Búsáhaldabíl, en pældi hvað þetta fljótt að líða? Ég veit það, 2008, það komið 2012. Já, það voru komið 17. apríl. Og þetta bara, þetta eins og þetta var gest í gær. Þetta er að vera 4 ár síðan. Já. Mámar. Kreppan. Ekki við að verða neitt yngri heldur. Nei. Og evran í frjálsu falli. Það er bara allt í rugli. En það er líka eitt sem að tekur eftir með þessar forsetakosningar. Það er þau eru eitthvað hnífjöfn eða svona eiginlega 1-2 sem mælast. Já. Okkur er eins og það er bæði Ásta Magnússon, það er náttúrulega allir löngu hættir að hlæja því og við þurfum ekki eins og að fara út í það. En svo eru einhverjir 2 aðrir frambjóðandir, eða ekki? Já. Það er einhver kona ég man ekki hvað hún heitir eins og sko. Nei, er hún bara að kasta frá sér pening, svo manneskja? Já, svo er alls konar hugmyndir þetta með að sjálfstæðismenn vilja meina að það sé verið að planta Þóru þarna fyrir hönd samfylkingarinnar og eitthvað bla 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 sko. Já. Og menn eru svona, já, reyna sko. Hönd hvað langar hann ekki bara að vera fórseta? Nei, það halda allir að sé svo rosalega mikið svona samsærum í gangi. Já. Skilu, þeir sem vilja halda Ólafi Ragnari sem fórseta þeir vilja að sem flestir bjóði sig fram til forseta. Já. Þannig að því fleiri sem bjóða sig fram til forseta svona skiptast atkvæðin. Því betra er það fyrir Óla. Já, ég mun að segja það, sko. En af hverju menn að pæla svona? Það fara allavega góð 15-20 atkvæði Ásta Magnússon sem hefði getað farið í Þóru. Ef þau væri bara 2. Já, einmitt. Þannig að þetta skiptir allt máli. Í fyrsta skipti sem ég kaus á ævinni, þá var ég 18 ára, það er nú fyrir góðum 16 árum. Já. Og þá voru forsetakosningar. Já. Óli er búinn að sitja í 16 ár. Já. Þá kaus ég Ástór. Ásta Magnússon? Já. Já, 18 ára. Þú voru vel flippaður. Já. Með landabrúsa á leiðinni niður eftir og hendi góðu atkvæði bara. Við höfum að hoppa þetta í örstuð skilabóð og svo er það hita klefi dagsins. Magasín, virkamótna klukkan 7. Jenny kom til dyra í klóflausum rauðum nærbuxum og sokkabandi sem á fast við rauða nælonsokka. Það er eitthvað að hlusta þig segja þess að sögu ég er ennþá jafnandi. Hvað meinar þú? Klóflausum nærbuxur, ég er bara ekki alveg. Þetta er raunveruleikinn, svolítið. Þetta er raunveruleikinn, svolítið? Já, þetta er pínulítið. Alla virkamótna á FM 957. Nú færðu 15 króna afslátt af lítranum í 10. hvert skipti sem þú greiðir með OB-lyklunum. Kynntu þið málið á ob.is og sæktu lykil. Afsláttur allan hringinn. Hraðir peningar. Hraðpeningar.is. Poppaðu bátinn með nýju bragði. Bananapipar. Subway. Alltaf fest. Ræktaðu hæfileikana með Vodafone. Komdu næstu Vodafone-verslun og við hjálpum þér að finna og setja upp spennandi app. Vodafone. Nýtt í bíó. The Cabin in the Woods. Þú heldur að þú hafi séð þetta allt áður. En vert ekki svo viss. Einn frumlegasti spennutrillir allra tíma. The Cabin in the Woods. Sýnt í sambíónum. Í 50 ár hafa Íslendingar notað Sennheiser heyrnatól til að heyra hinn sanna tón. Þú heyrir hann í Paff á Grensásvegi. Dekkjadagar á FM í samstarfi við Dekkjahöllina. FM og Dekkjahöllin ætla að bjóða hefnum hlustendum upp á umfölgun og að dekkja umgang á bílinn fyrir sumarið. Heiðar Ausmann mun draga út vinninga alla virka daga í apríl og í lok hverja vikun fær einn mjög heppinn hlustandi nýjan dekkjaumgang á bílinn sinn. Dekkjahöllin hefur opnað nýja og glæsilega þjónustustöð í Skútuvegi 12. Dekkjahöllin býður þér mikið úrval dekkja á betra verði á Akureyri, Egilsstöðum, Skeifunni og nú einnig í Skútuvegi 12. Skráningar hafinn á heimasíðu FM 957 og Dekkjahöllin. Það er vor í loftinu. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Rihanna og Jay-Z, það fer ekkert að milli mála. Þetta eru með vinsælustu tónlistarmönnum í heimi. Það bara, maður fattar eiginlega bara hvað eru oft spiluð hérna. Þetta er nánast annarkvæmt lag.
Enda flott lög þarna ferð, þannig að við kvörtum ekki yfir því. En það hins vegar komið að lið sem er fastuliður á þriðjutum. Flesta þriðjuta. Það ætlum að hringi í Sölva Sæta, Sölva Tryggva, sem á Skjá 1. Hann átti að vera hittaklefa dagsins, en frestast viku, verður næstu viku. Já, ef við verðum í næstu viku. Já, herðu, það er enda rétt verð, það frestast aðeins. En það skiptir ekki öllu máli, það er allavega komið að hittaklefa dagsins og maðurinn sem er í hittaklefa dagsins er kannski ekki frægasti maðurinn sem hefur verið í þessum hittaklefa. Nei. En engu að síður mjög svona tengdur því sem er að gerast í samfélaginu í dag. Já, þetta er bara, það er nóg að gera hjá honum. Já, þetta er hann Svavar og hann er maðurinn hennar Þóru sem er að bjóða sig fram til forseta á móti Óla og virðist vera svo svona eina sem á séns í Óla. Þannig að ef við ekki bara hringja í manninn hennar Svavar og hendur hann í hittaklefann. Tjekkum á honum. Tjekkum inn að sjá. Halló? Er það Svavar Halldórsson? Já, maðurinn. Komdu sæll og verður velkomin í hittaklefa dagsins. Þakka þér. Af hverju Þóra, konan þín sem forseti? Hún er svo gáð og frábær og falleg. Hattið þið Ólaf Ragnar Grímsson, Svavar? Hver er það? Það er núverandi forseti Íslands! Og þú veist það vel! Nei, við höfum engan. Af hverju er það að eyðileggja fyrir Ólafi? Já. Ef þið hattið hann ekki okkur á þá ekki bara vera áfram greið, kallinn! Við ráðum því ekki. Kjósendur ráða því. Eru Bessastaðir barnaheimili, Svavar? Nei, barnaheimili rétt hjá. Er pláss fyrir 19 börn á Bessastöðum? Pláss fyrir 21. Langar þig að vera forsetafrú, Svavar? Hefur áhuga á því að vera forsetafrú? Alveg gríðarlega mikið. Hvað heldur þú að þú getur gert betur en Dorrit? Baka vöflur, pönnukökur, skonsur, klatta. Þú lýgur þessu, Svavar! Það er reyna að grínast í okkur og svaraðu spurningunum! Af hverju ert þú betur en Dorrit? Ég kann að taka slátur, lifrarpilsu, blóðmör, svíðasvið. Hver í fjandunum á að stjórna útsvari ef að Þóra verður forseti? Brynja, sem allir halda sér systir hennar. Munu þið Þóra berjast til síðasta blóðdropa? Og rólega það. Ef að þú og Ólafur Ragnar færið í slag, hver myndi vinna? Ég myndi vinna Ólafur Ragnar í Appelþótt Jón Ásgeir hjálpa honum. Þú lýgur þessu! Já, líklega. Finnst þér Dorrit tala góða íslensku, Svavar? Ég veit ekki að það sé herði henni. Segðu sannleikann! Finnst þér hún góð í íslensku, Svavar? Já, það er frábær spurning. Hefurðu hitt hana? Já, ég hitt hana. Finnst þér hún sæt? Ég er svo skemmtileg. Hefurðu skvett etiki á ref, Svavar? Nei, en ég hef skvetti ref á etik, það er svolítið fyrir. Hvenær fristir þú síðast varðhund? Í morgun eða gerðkvöldi mann ekki. Þú lýgur þessu! Við þökkum þér kærlega að vera komin í hittaklefa, Svavar, gangi ykkur vel! Þetta var dásamlega, takk. Bless! Bless. Já, þetta var Svavar Halldórsson í hittaklefanum. Já, hann var, hann var að reyna að svara okkur með svona húmor. Já. Ég þól ekki það að það er gert. Þetta er grafalvarlegu gleði. Það er hárrétt! Það var hittaklefi dagsins. En þetta kemur frá Svíþjóð. Ég skal lofa því, Sverrir, að þetta lag vinnur Eurovision. Alveg staðfist, ég er búinn að segja það síðan ég heyrði þetta lag fyrst. Já, alveg. Ég setti þetta á Facebooki mitt fyrir 2 mánuði síðan eða eitthvað. Ok. Viltu, you wanna make a little bet? Þú fær öll hinn lögin. Já. Ok. Og hvað, mikið pening? Út að borða. Út að borða? Já. Þeir eru dröllu saman, þú ert bara að fá mig út að borða hvað sem borgar eða ég. Já, að þú ert svo skemmtilegur. Herðið þér að hlusta hérna á FM 95 Blö, á FM 957 og þetta var hann Svavar í hittaklefunum hjá okkur. Já. Hann hendi í einhverja brandar og eitthvað svona en gaman að heyri í honum. Og óskum við þeim allsins besta í þessari kosningabaróttu. Hann verið fín frú hann sko. Já, en þú veist, það er náttúrulega ekkert forseta frú. En hvað hérna Vigdís, var hún ekki gift þegar hún var forseta? Nei, var hún einn bara. Já. Þannig að þetta er það í fyrsta sinn sem að er þið maður í þessu hlutverki í Hvíta húsinu okkar. Já. Ok, það var áhugavert. Það verður spennandi. Spennandi að sjá ef svo þér. Ég væri til í það ef kona mín væri forseti. Já, vá, living the good life maður. Hvað þarf þú að gera? Ekki neitt held ég. Þú ert bara. Það er ekki bara að gefa 5 og bakon í liði. Já, ekki einu sínu, með bara ráskonu þarna. Já, ég hugsa að þetta er líklega svona þægilegast sem þú getur lent í að konaðin er forseti. Já. Út með frábært húsnæði. Já, geðið húsnæði og ótrúlega mikið öryggi. Já, og svo ertu með bílstjóra fyrir þig.
Getur alltaf verið aðeins tipsi. Já, líka hversu svalt það bara, strákar, pókerkvöldið mér, út á Bessastöðum. Jep, í kjallaranum. Kíkið á kjallinn. Kíkið á kjallinn í kjallaranum. Já, þetta já, ég öfundan, ef að svo fer. Já, þá þurfum við bara að fara heim til, og þá þurfum við að gera hana vin okkar. Já, við þurfum að kynnast honum betur. Þú átt alltaf að reyna að kynnast fólki sem hátt sett. Við höfum ekki náð að tengjast nógu vel við Óla og Dorrit. Nei, ekki nógu vel. Dorrit ætlaði nú einu svona að koma til okkar í strákana. Já, hún ætlaði að koma í þáttur okkar einhvern tímann. Já, en það var stoppað. Það var stoppað. Já, þurfum ekki að fara meir út í það. Yfirvöld stoppuðu það. Og já, það hins vegar, ég var að segja þetta sveppi frá því að það er að koma hugmynd frá Skotlandi sem ég veit ekki hvort það sé góð eða ekki. Þetta er hugmynd. En það er hótel í Edinborg í Skotlandi sem ætlar að bjóða upp á það að ef þú pantaðir roomservice þá getur þú pantaðir stand-up með því í 10 mínútur. Þannig að sá sem að kemur með roomservice bara upp á herbyggi þá fylgir 10 mínútna stand-up. Já, þetta er fáránlegt. Já, þetta hljóma vel. Þarna sérðu fyrir þér eitthvað svona menn sem eru að reyna svona juice upp hótelið. Þeir sitja á fundi, herðu, en að vera bara með stand-up og láta fólk hlæja þegar þú komur rúms. Frábær hugmynd, Haraldur, þetta er stórkostlegt þér. Við ætlum að nota þetta. Já, svo er ekki búið að hugsa þetta alveg í gegn. Nei, svo kemur það. Já. Kemur ykkur, heyrðu það þarf að fara með samloku hérna upp á 4. hæð. Já, hver ætlar með hana? Ekki ég er ekki tilbúið með nógu gott prógram. Nei, þeir hljóta til að fá eitthvað stand-up gauðra í þetta. Það er engin þerna bara að fara að hendi í stand-up eittur og bingo. Hvað er málið með konur? En svo er líka hann að hvaða stand-up gauðri er svo lélugur að hann þarf að taka það sér að vinna við það að fara með stand-up í herbyggjum með roomservice á hóteli. Bara hvað er þetta að vinna? Hvernig gengur grínið hér? Já, það er ekki vel. Ég er á Hótel Loftleiðum bara alltaf með stand-up í hvert sem einhver pantaði þessi samlokk á vatn. Já, þá fer ég með grín. Og yfirleitt er þetta þannig að þegar þú pantaði roomservice, það er að því að það er búið að loka öllu öðru og klukkan er milli 11 á kvöldin og 7 á morgnana. Reyndar þetta er alltaf á nóttinni. Þetta er eitthvað skemmtilegt kannski að þú ert einhvers þar, segjum að við myndum kíkja til Skotlands í fríkað úti og búin að taka upp, menn búin að fá sig kannski 2-3 kalda í stemming upp á herbyggi. Ég myndi nýta mér þetta. Ó já. Bara svona sitja þrír. Svo bara kortir í seinna, ég ætla að fá aðra samloku. Já, og einhvern nýjan grínist það. Síðasti var ömurlegur. En alltaf þá getið þið, kæru hlustendur, farið á Hótel Indigo í Edinborg og pantaði ykkur roomservice með gríni. Já, það er töff. Já, þetta er eitthvað sem að íslensk hótel mættu, svona taka sér þetta fyrir mynda, jafnvel. Þetta er einn leið til að djúsa upp ferðamennskuna mann. Já, segðu þið. Við ætlum að fara hérna í örstuð skilaboð og svo ætlum við að ringja í mann sem átti að vera gestu þáttarins sem er heima veikur og við ætlum að láta hann heyra það. Já. Fáðu smálán hratt og örugglega akkurat núna. Hraðpenningar.is. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Hjólbaraþjónusta N1 er Michelin gæðavottuð og tryggir þér framúrskarandi þjónustu. Gerðu bílinn kláran fyrir sumarið hjá N1. Sumarleikinn með Gróls í hönd. FM Belfast og Úlfrúlur á NASA 8. apríl. Á miðnætti hringjum við sumarið. Komið og fagnið með okkur elsku vinir. Forsala á miðpunktris. Dílar.is í dag. Miði á úrslitakvöld trúbadorkeppni FM 957 á aðeins 500 í stað 957. Dílar.is fyrir þá sem vilja meira fjör. Hefur þú áhuga á tónlist og kvikmyndum? Á 50 klukkan 8 verður tónlistar og kvikmyndakviss á English Pub í Reykjavík. Spurningum verður varpað upp á risaskjái. Tilboð og bjór. Láttu sjá þig. English Pub við Austurvöll. Undanúrslitin í sterkustu deild í heimi, meistaradeild Evrópu. Bayern München Real Madrid í kvöld og Chelsea Barcelona á morgun. Og Þorsteinn Jóð og gestir fyrir og eftir leik. Fá þér áskrift á stöð2.is. Stöð2 Sport. Besta sætið. Fáðu í þig sumarfyðring á skemmtikvöldi Smáralindar á morgun 18. apríl. Fullt af fjörugum tilboðum í skemmtigarðinum, Smárabíói, á veitingastöðunum og í verslunum. Opið til klukkan 21. Sjáumst Smáralind. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Gretia. Tónlistamæður þarna ferð. Þetta lag er allavega ágætt hjá honum. Ég myndi reyndar aldrei kaupa diskina sem það er annar mál. Það er hins vegar ungu drengur sem ætlaði að vera gestur hjá okkur hér í FM 95 Blöð í dag og hann heitir Logi Geirsson. 1000 þjálasmiður. Hvað er Logi í dag?
Logi hörkutól, sko. Já, hann er náttúrulega þjálfafullur. Já. Og er komin held ég aðal út í það. Þetta er fyrrandi landsliðsmaður í handbolta og ég held að þekki hann og flestir. Já, hann er búinn að vera að reyna að hjálpa Einari Bárða að koma í form á MBL TV. Já, og hann ætlaði að koma sem gestur, en svo hvað, er hann heima á þessi veikur? Já, svo ætlaði hann að koma því að við erum saman kynnar á popháttíð í Hörpu á sumardaginn 1. Hvað er þið saman kynnar? Ég veit það ekki. Hvað? Ég veit ekki akkur. Næ, ég meina, hvað er ég? Nákvæmlega. Þið er ekki bestu vinnið? Einmitt, maður. En hefur ekki að hringja bara í kveikindið það? Já. Ok, tjekkum við hann. Sjáum hvort það svari. Logi Geir. Og þetta er aldrei fyndið. Við erum að hringja hann núna live. Já. Þetta er svolítið Logi í beinni. Góðan daginn. Nei, sættu, hvað segirðu? Og ógeðslega gott. Nú, ógeðslega gott, ég held að vera heima veikur. Ég er bara að rífa mig upp. Hvað er aðeins, maður? Þetta er bara að rífa þau upp. Hvað akkur kannski drullast til að koma inn í stúdíu og tala við okkur strákana? Ég komst ekki lengur en bara fyrir vinnu. Ég er alveg búinn að vera bara í ruglinni. Nú, hvað er það? Ég er bara einhver auðmingjarskapur. Það er málið? Já. Flensa, hitti? Nei, ég ákvaði eins og skemmta með konan var Íslandsmeistari minn í Arvíkum helgina og það var verið að drekka úr pikkardum og eitthvað. Nú ertu bara þunnur. Bara enda á þriðjudegi? Nei, þetta var ekki svo slæmt. Ég fekk ykkur helvitis kveisið þarna. Já, ok. Það er til hamingju með konuna og Njarðvíkur stúlkur ef þau eru að hlusta. Hjartanlega til hamingju með titilinn. Býtu, hvað unnu þær? Takk fyrir það. Það eru Íslandsmeistarar. Í hvaða íþrótt? Körfuboltavitlýsingurinn. Unnu Hauka. 3-1 eða ekki? Jú, sko, kallið fylgist með þessu. 3-1, það er ekki mjög hátt skorað í þessum leikjum. Þessi var góður, Logi. Við erum konin hérna í búbáhotnið. Ég er 9-5 blöð. Já, það er 3-1, maður. En hérna... 4 sekundar að kveikja á hann. Veistu hver þjálfar Njarðvík, Sveppi? Hver þjálfar Njarðvík? Já, ég veit það nefnilega. Hvað heitir hann? Hann heitir Sverrir Þór Sverrisson. Það er hárrétt. Alnafni minn. Hann er snillingur. En hvað er að frétta Loga annars? Við vorum að spá í, sko, þú ert svona 1000 félagsmiður. Ég er hægt að vera 1000 félagsmiður, ég er búinn að prófa allt. Já. Hvað ertu núna? Ég er bara þjálfari. Þú átt eftir að prófa eitt. Já. Það er að vera kynnir með mér í Eldborg á 50-daginn. Já, sæl. Hvað ætlar að gera? Herðu, við erum að fara eitthvað rugl. Já, hvað er? Þetta eru tónleikar? Þetta eru poptónleikar í Hörpu. Já. Öllu til tjálta. Ég sé að fara að spila. Ég var boðar á hana, það var eitthvað 1000 manna ball hana eftir Íslandsmótið og eftir sig á stelpunum og það var verið að biðja mig að spila þar og það aldrei er að ég er á þessu plakkat að ég sé að fara að spila. Ég er náttúrulega aldrei að fara að spila. Ég er að fara að kynna þessa elíti, sko. Logi, þegar ég kom að hitti út í Þýskalandi sinni tíma, þá kallaði þið tónlistamann og vildi meina að þú og Lundarnir væri að fara að ferðast landið og allt er þið bilað. Ertu loksins búin að gefa þetta upp á bátinn? Já, ég er búinn að gefa þetta upp á bátinn. Ég þoli ekki þessar menn sem er svona minnu ég, sko. Við hljóttum að geta rifið þessi gítarinn. Já, nei. Sko, ég var að tala við Frosta í Mínus. Já. Og var að spyrja hvaða líkur er á því að ég og hann munum einhvern tímann detti frelsi er yndislegt með nýdönsk. Hann sagði að það væri 0 líkur á því. Já. Ég veit það. En það er eitthvað sem ég geti tekið með þér. Þú ert svona góspappi. Nei, anskotin. Þú drekkur brísir á djaminu ekki, Logi? Jú, ég drekk ekki lengur. Svona góspappi, eftir síðustu helgi? Eftir síðustu helgi. Ég hætti alltaf svona milli bara. Já. Verður þú svona þunnur? Nei, ég verð aldrei þunnur, sko. Nei, ok. Þetta fer rosalega vel í mig, sko. En konaðin, hún er svolítið blöytið, ekki? Já, svona öllu grunnslegt, þetta er einu svona 8 vikna fresti, sko, að meðaltali síðasta árið, sko. En þetta var nú alltaf 2-3 vikur, sko. Það eru breytti tímar hjá fjölskyldumanninum, maður. Já, það er, sko, þegar maður er komið fjölskyldu, þá er þetta ekki lengur í myndinni, sko. Nei, þá fer þetta heita eitthvað, sko. Þá er þetta ekkert eitthvað, ég er að fara að djama með strákunum. Nei, ég er að fara í haustferð með strákunum. Já, sumabústaðaferð. Já, þetta þarf að heita eitthvað. Ég er í mataklúb hérna og við erum alltaf að fá okkur sushi. Það þarf að heita eitthvað fyllir í því. Ég er að fara að hitta strákunni í utandeildinni Keilu. Ég passa mig alltaf það. Ég er umvafinn svona fjölskyldumönnum eins og Sveppa og fleirum. Ég passa mig að búa til helling á svona stöffi svo ég get alltaf veitt á inn. Til dæmis segir við Sveppa, núna styttist í það hjá okkur í maí, þá eru uppskýrátti hjá okkur í Keiluliðinu okkar Steven Seagal. Menn slepp ekkert við það, sko. Það er nefnilega algjör snill, sko. Já, það er að vera með svona klúbba. Það var að kunna þetta. Ertu hættur að vinna með Einari Bárða? Já. Ég fréttaði ykkur í rektinni saman. Já, við fórum hann í sporthúsið og tókum að segja okkur var hérna bóðið í Powerburn hérna Gemmu Magnússon, konuna Spenna Sterka. Já, Gemma? Já, Gemma maður. Hún er alveg með þetta. Gemmi fær. Já, hún er alveg glerhörð, sko. Hún var að, auðvitað, þú tókst 220 í stetti sem var helviti fallegt, sko. Ég ber mikla virðingu fyrir það, svo. En sko, hún tekur fokkin 250, sko. Já, Spenn maður. Hún er grjóthörð, sko.
Hún er... Hún getur lag með okkur alla, staðfest. Já, líklega, sko. Hún var einu sinni sterkasta kona Bretlands. Já, ok, hlaut að vera. Já, hún var núna að keppa eitthvað World's Strongest Woman eitthvað. Já. Hún er bara í síðustu viku. En ég og Einar, við förum hérna á mótana og aðeins að hún getur ekki brent eitthvað á okkur. Ekki vitur af. Yes. En hvað hérna, svo eru tónleikarnir á 5. daginn, þú og Sveppi kynnar. Þetta er svona krakka, ég sá samt Sveppi með fullir virðingu fyrir þér. Þá sá ég plaggatið fyrir þessa skemmtun og þið eru að fara að syngja hérna í hörpunni fyrir krakkana. Þú varst þarna í einhverjum gallajakka með gítar, umvafinn, veist þetta hvað, Jón Jónsson, Frikki Dór, allir svona feskir, ungi tónlistamenn. Það var svona eins og þú værir Johnny Cass þarna með þeim, eða svona pappir eða eitthvað. Takk fyrir. Svona gamall trúbátor sem ætlaði að taka 2 lög með. Þetta er svona, aldrei svona, ég tengi saman börn og foreldra. Þetta verður rosalegt. Farðu með það á kottan í kvöld. Þú þarft ekki að útskýra þig fyrir mér. Mér er mikið í kringu þig. Ég held að þetta verður cool fyrir eins og foreldrar að taka krakkarnir sína með og sína þeim hörpuna og svona. Þetta er geðveikt cool. Það er ægilega fínt. Svo er Páll Óskar þarna. Já, ég menn þetta er fyrsta skipt sem er eitthvað tilefni að krakkar geti mætt í hörpuna. Þannig að ég bara býst í smekkfullu sal og við höldum upp í stöðin og gerum allt crazy. Já, og Logi átti að reyta sér brandarana og vera fyndinn og ég veit ekki. Kemur alveg spontant. Ég finn þú svo fyndinn, ég ætla bara að láta þig að ég tala og svo er ég að fylgja þessi bara styr. Þú neglir í gítarinn, maður. En svo er þetta ekki á sumardaginn fyrsta? Jú, þetta er bara klukkan 5 á 5. daginn. Ok, þú ert að koma hérna setna sem gestur, veist þú klikkaðir í dag? Já, heyrðu, frábært að heyra og skildu vera veikur. Ég hef aldrei talað við að pressa mann á ævinni. Þvílíkur auðmingi, maður. Það leitir að þig. Bless. Þið eru með besta þátt á Íslandi. Það er þú drugglaðir, takk fyrir það, bæ. Takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að hlusta, þetta var Logi Geis. En það er svo komið óskalagi hérna og þetta er óskalagi fyrir Sveppa. Nei, þetta er óskalagi sem þú vildir hérna. Já, laglegt. Það er Second You Sleep með Svessa Bergmann, þetta er síðasta föstudagslag og þetta er virkilega flott. Já, nú ætla ég að halla mér aftur og grípi í smá Angry Birds. Þetta er þægilegt út í bílnum á leiðinni heim, svona sólinn að setjast og... Já, bindu fyrir. Rólegt og þægilegt, hérna hefur FM 9 blöð. Þriðjudagur þú og 1000 kall. Já, þriðjudagstilboð á Dominos. Þú sækir minnstæða pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos, 5 því. Nei, ég meina 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Er ekki komin tíma á eitt ferskan og góðan línubát? Sölabáta. Þessar milljónir vinna sig ekki sjálfar. Víkingalóttó, alltaf á miðvikudögum. Sumargleðin er hafin á Risso Pizza. Allar pizzur og matseli á 1490 krónur. Risso Pizza, sími 5777000. Því eldbakað er einfallega betra. Heyrðu, uppáhaldslögin þín í fullkomnum hljómgæðum. Sennhæsir heyrnartól á toppnum í 50 ár á Íslandi. Pass Grensásvegi. Fáðu í þig sumarfiðring á skemmtikvöldi Smáralindar á morgun 18. apríl. Fullt af fjörugum tilboðum í skemmtigarðinum, Smárabíói, á veitingastöðunum og í verslunum. Opið til klukkan 21. Sjáumst, Smáralind. FM 95 blöð er í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það eftir þér. Lakkerón og þú týnist í kynnslóðum. FM 95 blöð á FM 95. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like. Be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright. Þú ert væntanlega ekki aðdáandi á þessu lagi, ef ég þekki rétt Sverris. Nei, ekki sérstakur. Nei, en ertu Bieber fan? Ertu með Bieber fever? Nei. Hvað ertu eitthvað rugglaður? Ertu Bieber fan, ertu Bieber fever? Hvað er það? En börnin, eru þau aðdæmdur? Já, dóttir mín, hún er svona stundum að YouTube-an. Já, það var nokkri krakka að YouTube-an, ég held að hann sé með miljard á einu vídeónu. Já, svo er hún alltaf að YouTube-a, Nicki Minaj eitthvað. Nicki Minaj? Já, ég berst fyrir að spila ekki Starship-lagið hennar hérna í þættinum. Nicki eitthvað. Já, Nicki Minaj, það er rétt. Ég finn það að ég er að vera svolítið gamall eitthvað. Já, finnur það, maður sér það líka. Þú erum ekki að yngjast hérna félagarnir. En hættir að blanda ógeðstrykk, við getum huggað okkur það. Hættir að blanda ógeðstrykk og komur í FM-stúdíóið. Baby!
keeping it real, keeping it young. Já, við erum að fara að þrýsta niður nokkru kvöldum hérna. Þeir sem vilja koma með endilega hitta okkur á austur. Það er alltaf við að sitja með 5 í fötu og vera hressir. Já, það er trúbadorkvöld. Við á strákonum. Nei. En já, finnur það í gegnum börnin þegar þau eru að YouTubea Nicki Minaj og Justin Bieber og svona. Þú sést að verða svona. Já, ég er svona. Já, maður er svona að missa af einhverjum svona hæpi. Ég man þegar við vorum í 70 mínútum og svona, þá vissi maður alla hljómsveitir og maður vissi hvað var vinsælt og heitt og töff og cool, sko. Já. Núna, veist, ég veit ekkert hvað Justin Bieber hefur gert eða hvað þessi Nicki Ninja er að gera, sko. Nei, þetta er svona, þetta er vinsælt í dag. Ég þekki þetta aðeins bara því að ég er náttúrulega einn á hverjum degi, þú kemur bara á þriðjudögum. Já, einmitt. Þannig að maður verður svona varvitól. Nei, sérðu, Rikki G. Blettur mættur í hús. Hvað, ertu í United maður líka? á þessum mækan, hann skilur ekki máli. Granít harður, segir hann. Já, Rikki mættur hérna. Það verður gaman fyrir ykkur að fylgjast með United í kvöld. Í meistaradeildinni? Það er svona kommentin sem ég fagnaði og sett bara einu sinni í viku með mér. Reyndar spáðu hvað væri nú gaman að væri að fara á United. Það er reyndar, þetta er rétt að sveppa, það er reyndar meistaradeildinni í kvöld og engin smá leikur. Það er Bayern München Real Madrid og hveti alltaf til að kíkja á það og held ég með Real Madrid í þeim leik. Ég var til að fá Real og Chelsea áfram. Nei, Barcelona. Nei, það er ekki þreyttar en að sjá Barcelona fagna maður. Þreyttar? Já, ég er alveg komið leið á því. Bara þeir bestu verða að vinna? Nei, ég komið leið á Barcelona, það er bara þannig. Og já, svo er náttúrulega morgun Chelsea-Barcelona, en varst þú ekki alltaf svo mikið Chelsea-maður, heldur þú með Barca þar? Ég reyndar þetta aldrei millist eins og sleggja morgun. Já. Ég er nefnilega... Þú mætti halda bara Fylkir í var að mætast. Já, svolítið þannig. Já. En ég, sko, þegar ég horfa á íþróttir, veist, mér finnst gaman að horfa á golf og mér finnst gaman að horfa á handbolta og fótbolta og allt þetta. Já. Einu sem ég vil er bara að þetta veri skemmtið, skilu. Ég var til að sjá Messi taka þrennu og Chelsea vinni 4-3, sko. Já, bara fá skemmtilegan leik. Það er það sem maður leitar að þegar maður er hlutlaus. Ég er búinn að horfa í alla meistaradeildarleikin eftir að United datt út og maður er búinn að vera svolítið heppinn. Eins og Arsenal AC Milan leikur var stórkostlur. Arsenal varð að vinna 4-0, voru komnir í 3-0 í hálfleik, sko. Þannig að það er búið að vera hrikalega skemmtilega leikir í meistaradeildinni og hvet ég alla til þess að tjekka á því í kvöld. Við verðum mættir hérna á morgun, ég og Pétur Jóhann Sigfússon frá 4-6. Þá heldur ástarbréfaleikur FM 95 Blöð áfram. Pétur Jóhann kemur með sitt ástarbréf ásamt því að við kíkjum í, hvað segir, Kjellin. Það er skemmtilegu liður hérna sem að vaknaði í síðustu viku. Þegar við vorum, þetta var liður sem að við bara lékum okkur að á föstudögum. Þessi Kjellin. Áðan þess að vera að taka það upp. Fórum bara í símann og vorum að hringja fólk. Hvað segir Kjellin? Nú voru það voru dagskráliður í útvarp. Hvað segir Kjellin? Hvað segir Kjellin? Þetta er alltaf fyndið. Já, og karaoke og fleiri liðir, þannig að það verður mikið fjör hjá okkur. Svo er frí á fimmtudaginn, þar sem að sumardagurinn fyrsti. En ég og Hjöppi Káfinn svo mættir grjótharðir á föstudeginum. Hafið það gott í kvöld og takk vel á móti Rikka sem verður hérna með ykkur frá 6 til 9. Svefi, takk fyrir komuna. Takk fyrir mig og takk fyrir að hlusta. Við ætlum að enda þetta á lagi sem er í miklu uppáldi af mér. Californication, Red Hot Chili Peppers. Nú ætlum ég að hlaupa út í bíl og hlusta á þetta lagalegin heim. Ok. Dekkjahöllin hefur opnað nýja og glæsilega þjónustustöð í Skútuvegi 12. Dekkjahöllin býður þér mikið úrval dekkja á betra verði á Akureyri, Egilsstöðum, Skeifunni og nú einnig í Skútuvegi 12. Skráningar hafin á heimasíðu FM 957 og Dekkjahöllin